Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl, við höldum áfram á rauða borðinu. Hjá mér eru góði gestir. Það Soffía Karlsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Elín Albertsdóttir. Og þetta svona svolítið menningarætt hjá mér greinlega að þið tvær allan hafið bara, ekki ykkar lífstarf verið meira menningu? Jú, algjörlega. Reyndar var ég í fjölmiðlum daldið fyrst, sko. Já, það var eins og ég gerði það líka. Það kom allir við einhver staðar á leiðinni, sko. Já. En Elín Albertsdóttir, ég kynntist henni 1987, þá vorið í mæ, þegar ég gerðist blaðamaður á DVF og þá var Elín þar, stjórnaði Helgablaðinu mjög vel. Þetta var á miklum uppgangstímum DVF, gekk mjög vel og það er mikil pressa á Elín. Hvað sem er marga með þeir? Alltaf einn. Alltaf einn, já. Já, það eru viðtöl og þetta í skotarsöldun á netinu núna. Ég man að ritstjóri Morgunblaðsins talaði um og sagði, hvað eru þið mörg að skrifa Helgablað DVF, helgar hlutan? Já. Ég sagði, við erum 2 og hann átti ekki orð. Já, nei. Eða bara 2. Já. Það var heil deild hjá þeim. Já. Ég man það samt, ég tók 2 helgavitur. Já. Ég byrjaði hjá Jónasi 68. Já. Ég byrjaði 78 á DB, dagblaðinu. Svo fór ég yfir á Þjóðviljan sinna. Já, en Jónas var mjög svona, við gleymum honum ekkert sem unni með honum. Nei, hann var alveg frábær fannst mér, sko. Hann var skóli. Hann var mikill skóli. Já, hann var alltaf að kenna manni líka. Alltaf að kenna. Já, hann leiðbeindi og hann var ekkit svona öskrandi á fólk og svona hann var mjög góð leiðbeinandi og ég man eftir að fyrstu árin þegar ég byrjaði á DB þá kom hann alltaf með okkur í morgunkaffi eftir fund og þá fór hann yfir blaðið deginum áður og sagði þetta þarf að gera svona, ekki svona og þetta var bara eins og að setja í fjölmiðlafræði sko. Hann gerði þetta Svo varum við í fréttunum sko, já, ég skal reyna þetta verður í DVF á morgun. Hann gaf aldrei. Þetta verður í DVF á morgun. Heyrið en en Elín stóðst þetta mikla próf að vera með Helgablaðið og allar þær kröfur sem hún gerði á okkur og sérstaklega náttúrulega bara 2 manneskjur. Og svo þú varst hjá Listasafni Reykjavíkur og ert komin núna. Ég sem sagt forstöðumaður menningarmála í Kópavogi. Já, til hamingju með það. Þakkaði fyrir. Það mjög skemmtilegt starf, mjög gefandi, fjölbreytt og sem betur fer þá leggur Kópavogur talsvert mikla áherslu á menningarmálin og veitir þokkalega svona að fjármagni til þeirra. Þetta málaflokkur sem með 800 milljónir í fjárheimildir á ári. Þannig að við getum leyft okkur ýmislegt, náttúrulega rekum þarna 4 stór menningarhús og öflug. Það Gerðarsafn og salurinn. Já, Náttúrufræðistofa og bókasafnið. Já, þetta allt undir þessu. Já, þetta allt undir þessu og svo náttúrulega erum við með hátíðir og annað líka bara ýmislegt, bara heildar menningarstarfið í bænum og svo náttúrulega pólitísk nefnd sem að ég starfa fyrir og þannig að þetta alveg umfangsmikið en alveg stórkostlegt starfsfólk sem vinnur þarna og þessi 2 hús sem ég nefndi fyrst, Gerðarsafn og salurinn, það er alveg frábær hús. Þetta er alveg frábær hús og líka Náttúrufræðistofa, það var verið að umbreyta henni á síðasta ári og bara við það eitt, það 5-faldaðist aðsóknin. Þannig að það alveg rífandi gangur í öllu og bókasafni líka alltaf uppleið, sko. Bara samfélagsmiðstöð, sko. Þóruð, það bara, sko, menningafrétt og þá tengist þú það mjög reitt. Ég segi það nú ekki. Þú kemur víða við. Ég hef komið víða við, já, ég hef gert það, sannlega. En þú varst ekki formaður nefndar vinnað þjóðaróperunni? Jú, ég er nýbúin að skila því að mér. Það sem sagt frumvarp sem búið að vera mjög lengi í vinnslu. Þetta nú reyndar mjög gamalt mál, sko. Það 70 ár síðan fyrsta frumvarpi kom á þingi frá Ragnhildi Helgadóttur. Svo þetta búið að koma aftur og aftur alltaf og menn að svona reyna að finna út hvernig sé best að hafa þetta. Þegar Þjóðleikhúsið byrjaði þá náttúrulega var strax mikil óperustarfsemi og síðan og mikið af söngvörum strax sem voru bara orðin fastrannir í Kaupmannahöfn og Konunglega og í Stokkólmi og síðan kemur Íslenska óperan
80 og erum alltaf búin að sinna þessu mjög vel í gegnum þennan langa tíma en svo fannst mannum svona tímabært að taka næsta skrefið og gefa þessari listgrein svona sömu möguleika eins og dansarar og hljóðfæraleikarar og leikarar hafa sem allir eru með einhvers konar svona ríkistryggingu og þetta náttúrulega búið að vera alveg svakalega flókið verkefni að vinna því það ekkert sérstök stemning fyrir nýjum menningarstofnunum. Þannig að við höfum eiginlega unnið þetta þannig að við erum svona mikið að nýta það sem fyrir nýta innviðina og vinnum þetta með Þjóðleikhúsinu en síðan verður aðalaðsetrið í Hörpu eins og Íslenska óperan var en með því að vinna þetta með Þjóðleikhúsinu þá getum við nýtt rýmið ennþá betur og síðan þetta meiningin að svona taka meiri starfsemi, geta verið út á landi, geta unnið eins og leikhúsið gerir með grasrótinni og öllu þessu. Þannig að nú bara að vita hvað Logi gerir. Við erum náttúrulega bara bjartsýn með að hann klári þetta því að þetta orðið rosalega langur tími. Já. En sko í gærkvöldi var ég að horfa á Samstöðina og þá var viðtalið við einhver hljóðfæraleikara eða söngvarinn í hvað sem að var að segja að harpan væri alls ekki, hljóðinu væri alls ekki eins gott eins og fólk vildi vera að láta. Það var sérfræðingur sem við vorum einmitt að hlusta á hann í morgun og Ólafur heitir hann. Ég var nú í Hörpu líka, ég var stjórnarformaður þegar Harpa opnaði og ég náttúrulega búin að sitja 1000 fundi hljóðhönnun og sannleikurinn sá að þetta eins og trúarbrögð. Það eru margir skólar í þessu og þegar við vorum að opna Hörpu þá vorum við að prófa alls konar hluti, prófa við að vera með kveikt á ljósórnum, slögt á ljósórnum, kveikt á loftrastingu og fólki fannst hljómburðurinn vera bara í engu samfélag. Það heyri svo mikið í þessum kastara. Já, en það slögt á honum. Já, það heyrist samt í honum. Þetta verður svona, þetta verða svolítil trúarbrögð. En ég meina, það eru margir skólar og það alveg rétt sem hann var að segja að Harpa þetta fjölnóta hús og það þýðir það að það ekki 100% fyrir allt. Nei, en þegar hann var að tala, þá sá ég fyrir mér, þá ekki hof dýftsalar og svo líka til bryddin á honum. Já, hann var að tala en þetta skókassaform hefur nú samt gefið sig mjög vel. Hann var að tala ómrýmin og það að opna þau að þá kemur svona viðbóta hljómur sem að sumum finnst fallegur og öðrum ekki og hann að tala það að það mjög mikilvægt og það alveg rétt hjá hann og það mjög mikilvægt á sviðinu. Það fundu söngvarandinn til dæmis mjög vel að það mjög mikilvægt að það sé eitthvað hart í kringum hljóðið. Svo söngvarinn heyri bæði sér og hinum og svo að það berist og það margt rétt af því sem hann var að segja en ég held að það sé svo sem ekki tilviljun að það búið að margveluna Eldborg sem fyrir hljómburð. Já, þá skulum við bara ég held ekki að alveg slappað af en það margt, það samt sem að margt rétt sem hann var að segja og auðvitað það líka alveg rétt að þessi mikla áhersla á að nota þetta líka fyrir poptónlist og fyrir ráðstefnur kemur auðvitað stundum niður á einhverju öðru. En svo þetta líka spurningum með rekstur, hann var að tala með Ríti held að vera með 1200 manna sal. Háskóla bíó var 1000 manna salur. Ég meina, ég meina það verður að hægt að reka þetta. Já, það náttúrulega, ég má kannski aðeins grípa mig, það auðvitað við erum svo lítil þjóð og ef maður bara hugsa allar þær menningarstofnanir sem hafa verið reistar, þá eru bara sára fáar sem hafa verið reistar sérstaklega undir starfsemina. Hvaða ár var Harpan opnið? 2011. Þetta eina sem ég heldum eiginlega áframalegu sleitulegu þráttur hruni. Já, ég man ég fór hann í heimsókn sem blaðamaður rétt fyrir opnun með held ég örugglega arkitekt eða einhverjum hönnuði húsins og hann lagði mjög mikla áherslu á mig og sýndi mér á bakvið þarna rauðu að þetta var einstakur hljómburður í þessu húsi.
Já, það nú flestum sem finnst það. Það kannski einmitt þetta með, þú veist, það ekki hægt að gera allt að nynni, eða það auðvitað hægt að gera allt að nynni, en hljómburinn kannski ekki sniðin fyrir allt, eins og fyrir óperuflutningu upphaflega átti náttúrulega ekki að vera óperur að nynni, óperan var í Gamla bíói, fór svo þarna niðuruttir. En ég meina, það sem ég var að tala um að það eru sára fáar menningarstofnanir á Íslandi sem eru sérstaklega reistar fyrir sinn tilgang. Þú veist, við erum að vísu frekar heppin í Kópavogi, þar af alla stofnanirnir verið reistar sérstaklega í þeim tilgangi, og svo það eiginlega bara í Reykjavík, þá getum við, ef við horfum á myndlistina, þá Kjarvalsstaðir, eiginlega eina hannaða myndlistahúsið til að mynda. En það voru heppnir í Kópavogi að Gunnar Birgisson, þetta svona árlega. Hann hugsaði oft líkt til hans. Hann ætlaði reynda líka að reisa óperuhús. Það var komna tekníkar af því. En svo fjallan í kosningum bara. Menn verða náttúrulega bara svolítið að muna það að það verður að vera hægt að reka þetta. Já, það náttúrulega málið. Ef þú horfir á Hörpu og þennan tíma, ég kom að þessu þegar að þetta var bara eiginlega bara grunnurinn með snjó og ég bara hugsaði guð minn góður, þetta verður, og allir á móti þessu. Það var svo mikil andstæður og rosalega margir þarna fyrst. Katrín skipaði mér sem stjórnarformann þegar að ríki tók þetta yfir, ríki og borg. Og það var mjög flókið en það tókst að klára þetta og þetta var reynt að gera þetta þannig að eins mikið og hægt var, þannig að væri hægt að nota þetta og við vorum þetta meðvituð það að það gengur ekki að það sé ekki hægt að hafa poptónleika þarna. En ef að það væri ekki, þá var ég búið að loka þessu húsi. Það var nú einhverjir popparar sem segist aldrei ætla að syngja í þessu húsi en þeir náðu ekki alveg staðið við það. Nei, Bubbi var þetta hljóðmanninu sinni. Já, hann var nú fljótur að koma til okkar þetta var bara fyrst og ég meina menn þurftu náttúrulega að læra þetta hús og við höfðum ekki peninga til þess að vera með 6 mánaða pröfukerslu eins og í Danmörku sem voru að byggja húsum svipaleit og þeir voru með 6 mánuði þá var ekkert verið að selja neina miða það var bara allt ókeypis, það bara verið að pröfa alla sali við bara þurftum að byrja að selja bara strax til að reyna að ná einhverju inn fyrir kostnaðinum. En sem betur fyrir var það nú klára, þetta hefur verið agalega skuggamynd að hafa þetta. Já, en sjáðu bara núna starfsemina sem svo gríðarlega mikil og hvernig það tekst að spila þessu saman, ráðstefnum, poppi, óperu, sígildri tónlist, öllu þessu. Það er eiginlega alveg einstakt í heiminum að þetta gera þó svona mikið, þó svona vel. Ég fór í svona jazztónleika alveg upp í Hannabjörka, lítill salur þar. Það var bara mjög gaman. Svo sem átti að vera bókasafn. Já, einmitt. Já. Nei, það er mjög vel nýtt hús og það er ótrúlega glæsilegt og rosalega mikið af fólki sem kemur. Mikið djást fyrir höfuðborgina, myndi ég segja. Já, hvernig haldið þið að þetta hefði verið fyrir Reykjavíkurborg sem færi allt í enn alla þessa túrista? Að hafa, þarna þetta. Sem að keyra þarna framjá, það eru bara alltaf ferðamenn. Ég var nú að vinna þarna í næsta húsi á Fréttablaðinu, þar næsta húsi og maður sá alveg bara heilu skrúgöngun að mæta þarna í Hörpu, labba framjá. Bara alltaf. Alltaf. Já, það er rétt. Herrið, en hérna, kynsystir ykkar, Inga Sæland, hún er greinlega áliti andstæðinga ríkisstjórnarinnar veikastilhekkurinn. Þannig að þá tundutublónum beint á hana. Er það ekki? Finnst ykkur ekki svolítið? Kannski að því hún er óreind. Já, ég hlusta á henni í morgun. Hvatvís, eins og hún segir sjálf. Hún var nú mjög góð í morgun. Hún var mjög stilt og brúð. Ég sá hana á bylgjunni. Þetta er náttúrulega svakalegt áfall að bara vera komin allt í hennu í ráðherrastól og með öll jafn á sér, það er bara allt. Og ég segi nú bara, ég held að við eigum nú að gefa þeim 100 daga. Já, en hún var líka bara einmitt mjög auðmjúk í morgunni með þessu viðtali og baðst afsökunar og hljópa á sig og öllu verðu okkur á mistök og tína til
sko eignirnar Já, mér sko. stannu Hún keypti á 15 milljónir, ég man það 12 milljónir eitthvað í sínum heimabæ, bara sumarhúsapláss. Annar hver maður hennar aðrið að gera. Svo fréttin það. Að gera það tortryggilegt náttúrulega bara fyrir neðan allar bara gefa fólki smá breyk. Ég finnst bara leifan að fóta sig aðeins í þessu starfi og það gera allir mistök. Það er bara þannig. Mér finnst Kristrún ansi öflug. Mér svarar á lítið fyrir henni núna. Mér finnst eins og þetta með fórsættis á Norðurlandana, áttum að taka fyrsta flug til Kaupmannahafnar og vera með þeim. Sko. Einhver sagði að hún hefði fengið þetta samdægurs, þetta bóð. Ekki bara samdægurs, heldur nokkra klukkutíma. Já, eða hvort það er ekki tími samdægurs. En hún hafði ekki tíma og þeir voru sama komnir þarna. Bara skrifa grein bara en það segja bara. Ég held að forsættisráðuneytið hafi sagt frá því að þetta hefði borist sama dag og allir ráðherrarnir voru í Kaupmannahöfn og þeir gáttu að fara saman. Þessi fjórir. Borðuðu heima og fórsættisráðuneytið að danna. Það er svo sætt mynd. Mjög kósí og svona huggisæð. Það var þessi Auschwitz viðburður sem allir voru. Og Þorgerður var þar og Þorgerður er þá ekki boðið inn í þetta kompani og þá hefði hún nánast að taka einkaflugvél. Ég er ekki vissum að það hefði mælst vel fyrir heldur. Nei. Skilur við? Tækifæri til þess. Þetta maður heyrði það í fréttum líka, þetta hjá henni Mette, þetta var svona blásið til þess að funda með mjög stuttum fyrirvara sko og bara örvætíkin hefur gripið sig sem skilur þetta. Reynir ekki svolítið á samstöðu Norðurlandana einmitt núna? Jú, en það er svo flott hjá Kristrún núna, ætlar að fara að bóka viðtal við Trump. Hún sagði að það er bara gott. Jú, bara síma viðtal, ekkert að vera að tala við Mette, heldur bara, bara að tala við Trump. Mér finnst líka sko að því við erum nú allar þeim aldrinum, við munum eftir loftvarnaflautanum hérna í gamla daga. Við munum eftir kaldastríðinu. Og ég man í Álftamýraskóla þess að ég var. Þar var farið með okkur nýri undir húsa sem var svona eitthvað skona neðanjarðarbyrgi ef eitthvað myndi gerast. Þannig maður var alin upp í þessar hræðslu og mér finnst bara eins og þetta sé að koma aftur. Í alvöru? Já. Já, það er eitthvað svona. Það er rosalega mikið spenna. Það var komið nálægt manni fyrir að vera að tala Grænland, sko. Og hvað þetta er, Trump er mikið ólíkitt og tól. Já. Það er eiginlega svona skellur nú svolítið, sko. Þetta er orðið nálægt okkur. Hvað kemur upp úr þeim potti? Og nú er Google búin að láta eftir honum, sko, Mexikóflói. Heitir hún Ameríkuflói. Akkurat. Og það bara Kallinn stýri bara því sem hann vil stýra. Nei, breyta nafnum hún. Og svo verður hann með þennan heilbrigðisráðherra. Já, sem er Robert Kennedy. Hann ber þetta fína nafn og er algjör villingur. Hann er svo mikið á móti, það má ekki bólusetta nokkar manni. Og dóttir Kennedys sem er svo eina sem lifir eftir af þeirri fjölskyldu, hún segir bara hann er bara rándýr, hann er óþverri, þetta er náfrændennar og hún segir eru þið bara galir að kjósa þennan mann inn í yfir öllum heilbrigðismálum, allri lyfjaframleiðslu. Mér líst nú ekki heldur vel á Musk Tesla eigandan. Nei, hann er náttúrulega sko alveg stórskildin. Ég hef verið að hlusta á hérna við erum Illugadóttur, hún er svona í hérna hvað er þetta? Hjá henni? Morgun þátturinn, já. Ekki Ljósisögunar. Já, og hún er búin að vera núna 2 síðustu þætti með svona frá því hann átti heima í Suður-Afríku og hérna, svolítið eins og verið bara góð. Þetta er fínt að hlusta á þetta, sko. En þetta er allt svo merkilegt. En ég finnst sko, nú fyrir ríki að koma, Alþingi að koma saman, 4. febrúar eða ekki? Jú, 4. Já, og þá byrja nú eitthvað ball sko. Þá verður ballið. Já, þegar það kemur þingmálalistinn og... Hann kemur nú bara strax á mánudaginn. Já, þannig að þá byrjar þetta... Nei, þetta verður töff og maður sér alveg að moggin allar að taka þetta fyrstu tökum sko. Og hérna, þetta verður töff, en ég er rosalega hrifin af Kristrúnu, ég verð að segja það. Mér finnst hún algjör nagli og ég dáist að því hvað hún er sko fókuseruð og einhvern veginn, og var það í kosningabaráttunni og heldur einhvern veginn vel sjó. Og
og Þorgerður er náttúrulega þrautreind og við náttúrulega unnum mikið með henni því hún var náttúrulega menningarmálaráðherra lengi og er með þá miklu reynslu og menntamála. Já, menningarmála. Og svo bara á Inga Sæland eftir að pluma sig. Hún stundum svona smá mistök, smá eða stór, hvernig sem að metur það. Stundum svona smá mistök einhvers konar lærdómur. En samt jógst fylgið hjá flokki fólksins, núna í nýjustu konungörun. Það var athyglisvert, að því maður hefði alveg getað trúað því að því að hún fer svona fram fyrst, eða kannski var könnunin gerð á undan, ég veit það ekki, en allavega fólk að reyna að finna högstað á henni, eins og þú segir. Það er líka allt í lagi að eins að slaka og ekki vera með hennan æsing og læti og þetta bara þarf ekki, bara sína kurteisi. Hún þarf bara að læra það aðeins og stíga aðeins tilbaka. Mér finnst líka spennandi með að sjá sjálfstæðisflokkin í andstöðinni, minnihlutanum, sjá hvernig hann ætlar að beita sig og auðvitað bara hver þróun verður með þann flokk, með formanninn og það er svolítið spennandi tíma og sama má segja með Framsókn. Þetta eru svona þessi stóru stólpar sem eru svolítið að breyta svolítið, það eru mikla áherslu breytingar í þessum flokkum. Lilja Alfreðsdóttir, hún var að segja í Silfrinu að hún gæti vel hugsa sér hún sagðist aldrei nákvæmlega að hún ætlaði framboð, en hún sagði formar þarf ekkert endilega að vera í þingflokknum. Það var svona opnað Svo aðrir sem segja það að formenn þurfa að vera á þingi. Já, sem ég segja sjálfinu. Þeir segja það nú sjálfstæðismennir að þeir þurfa helst að vera á þingi, Þeir vilja helst fá sjálfstæðismann sem er á þingi sem formann. Maður skilur það nú svolítið, Nú bara eitt framboð komið. Já, ég held reyndar að Áslaug sé öflug kona. Ég alveg vissum það. Ég hef talað við hana og mér finnst hún mjög klár. Hún tæknilega sinnuð. Hún svona nútímalega sinnuð í tækni sem auðvitað þarf til að hrista upp í gömlum flokki. Alveg. Þannig að ég hef alveg trú á henni. Já, ég er alveg sammálað. Ég hef heyrt líka mjög vel látið af hennar nýja aðferðum innan ráðuneytisins. Hvernig hún skiptir upp setur í grúpur, tekur svona verkefni og klárar þau og þannig að það hefur mælst mjög vel fyrir og mér skilst að eftir maður hennar Logi sem að tekur yfir hennar málaflokk sé einmitt að innleiða þessa aðferðafræði sem er rosalega bara sýni hvað hún að gera góð hluti og einmitt hún er ung og kröftu og þú veist, virðist vera all in eins og maður segir. Það var hún sem að kom ökuskírtunum minni í síman sem dómsmálaráðherra. Já, akkurat. Svona nýjungar sem að hún innleiðir. Mjög gott. Hún kom eins og niður til okkar bræðra. Og það var bara mjög gaman, Hún var svona... Hún er frísk. Já, hún er mjög frísk. Svaraði öll, bara ákveðin, svaraði öll spurningum og bara allt í góðu, En það verður mjög gaman að sjá þegar verður farið að vinna út, sparnaðarlista ríkisstjórnar. Ég var að hlusta á það einmitt hjá ykkur. Viðskiptaráð og þeir voru að tala þeirra tillögur og ég las nú að ganni í samráðsgáttur svolítið að þessum tillögum Samtök atvinnulífsins og líka senda frá sér þeir voru þarna líka En viðskiptaráð var svolítið svona byltingakent eða ekki? Jú, en það er náttúrulega svolítið gaman að þessu það vita allir hvernig hinir eiga að spara. Já, einmitt. Og það er svo mikið að sérfræðingum komið núna í því hvernig á að kaupa inn lyf og hvernig á að gera tillögur vegagerð og þú veist, það er allir öllum sérfræðingar. Já. En það veitir ekki að sérfræðingum í þessu reyndar því að vegakerfið okkar er bara afskaplega þreytt. En það er náttúrulega bara samt þannig að fólk fer kannski dálítið mikið að þykjast hafa skoðanir á hlutum sem það hefur ekki vita og það kemur það rosalega mikið af þessum tillögum. Eru svona svolítið eins og maðurinn sem var settur inn í stjórn symfóníunar af ráðherra að setja hann pólitíkus ekkert um þegar allt var í volli þú verður að taka eitthvað á þessu rekstrið allir halda alltaf menningarrekstur sé bara svona eins og að reka húsfélagi og síðan kemur hann og hann er nú ekki búin að vera þarna lengi þegar hann kemur til ráðherra og segir, ég er alveg búin að sjá hvernig er hægt að spara. Það eru allt og margar fiðlur. Það eru allar eins. Það eru allt og margar fiðlur. Það spila allar það sama. Hugsiður. Svona er þetta svona getur þetta nú stundu orðið þegar allir verða sérfræðingar í því hvernig á að spara. En erum við ekki öll svona hlind menningu ekki? Við erum
sko, það eru svo margir Íslendingar sem hafa svona, gert það gott, sko, heimsvísu. Ég er mjög hlind menningu. Já, það er svona alltaf að spyrja okkur Þórunn. Og ótrúlega stolt að... Nei, það ger ekki. Jú, en samt það er svolítið merkilegt, sko, að maður horfir á til dæmis kannanir sem eru gerða með sveitafélaga árlega, að þá og það hafa svona reglulegar spurningar, sko, þar... ef það þá að skera eitthvað niður í starfsemi sveitastjórn þessa sveitafélags, hvað þetta að skera niður, og það er kannski langur listi sem að fólk merkja við, þá er alltaf menningarmálin, þá trónaður það efst, sko. Þannig að fólk, en ég held að fólk líka átti sig ekki á hvað er menning og hvaða gildi það hefur í raun og veru að hafa þetta í samfélaginu. Þú bara gengur að þessu vísu. Það er jú bókasafnaðna, það er jú listasafnaðna og það er þetta og það er hitt, það er haldnir tónleikar og þetta er alltaf til staðar. Þú fattar ekki og ég ætla að segja með þessa könnun sem er einmitt nýlega komin út og hún Sigga samstarfskona mín, Almannatengil, sem þú þekkir nú vel, Sigga Tom, var einmitt að vinna fréttatilkynningu gær og ég var svona að sjá hvar Kópavogur kæmi út í samband við hinn sveitarfélögin, þetta er menningamálum og við skorum þar mjög hátt, sko, sem betur fer, við erum ekki alveg efstasæti. En það er svo merkilegt, því áður fyrr þegar maður fekk þessar kannanir, þá gat maður séð hvaða sveitafélag skoraði hvað. Núna er búið að taka nöfnin út. En þegar þetta var, þá var Reykjavík nánast undantekningarlaust í neðsta sæti. Hvar er menningaframboðið mest? Í Reykjavík. Og ég var sviðstjóri hjá Seltjarnarnesbæ í 5 ár í menningu og samskiptamálum og þar tróndum við alltaf á toppnum í menningamálum. Hvað með það? Íbúafjölda eða? Nei, þetta er könnun sem er gerð yfir landið á landsvísu og það er náttúrulega svarhlutfallin mismunandi eftir hvað á hvað sveitafélag það er, bara eftir hvernig svörin er almennt. En þetta er svo merkilegt, sko, að það er þessi litlu sveitafélög og þar er til dæmis rekið eitt bókasafn. Það er eiginlega menningarstarfsemin og svo er einhverja hátíðir árlega. En menningarstarfsemin skoraði alltaf langhæst á landsvísu þar. En kannski að því að bókasafnin var mjög nálagt fólkinu. Það skynjaði það, sko, að þetta væri einhvern veginn... Ég veit ekki, en samt þú horfir á Reykjavík. Allt menningaframboð, bara hugsaðir þér. Við tökum bara sem sjálfsagðan hlut. Já, það er það sem ég er að segja, sko. Við tökum þetta sem svo sjálfsagðan hlut ef þetta væri tekið frá okkur, ef við hefðum ekki tónlist. Ef við hefðum ekki tónlist til að hlusta, hvað þá? Það er nú svolítið athyglisvert að þegar Þjóðleikhúsið opnaði, það var búið að vera náttúrulega fleiri áratugi byggingu, þá var það alveg ofboðslega átök á þingi það hvort þetta borga leikurunum kaup. Já, ég er búin að lesa þetta. Já, ég meina það bara það var bara leikið skuggasveit í minni sveit, svo þingmenniti bara og skuggasveit, við hefum bara skaga fyrir nóga leikurum. Nei, en sko að atvinnumennska í listum, það er alltaf ákveðin svona tilfinning fyrir því að þetta sé svolítið eiginlega óþarfi. Já, og það er bara ennþá mjög viðtekið, því miður að listamenn eigi að bara vinna bara ókeypis, að taka ofboðslega lítið af því það er gaman og þú ert að koma þér á framfæri. Já, það er rosa tækifæri fyrir þig til að koma þér á framfæri. En auðvitað er það sömuleyti sko gott á Íslandi að áhuga mennska í listur, kórastarf það er svo almennt og menn fann alltaf ekki borgað almennt fyrir að syngja í kór, þetta er svona áhuga manna kórar og menn einhvern veginn líta bara þannig á að þetta sé bara sjálfsagður hlutur og einhver er alltaf að fara að fá borga fyrir þetta. Það er bara einhvern veginn eitthvað þrep sem að menn er ekki alveg tilbúinir að stíga. Það er bara líka með fjölmiðla að því að fólki var komið upp að það fá frí á fjölmiðl, fréttablaðið, að þá heldur það að bara fá allt ókeypis sem til er fjölmiðlum. En það er mjög dýrt að gefa út fjölmiðl og reka fjölmiðl. Þannig að þetta er alveg góður punktur því að maður var komin einhvern veginn eins og þetta var svo gott hjá manni. Maður fekk alltaf fréttablaðið frítt og þá fór maður svona, ég fór að kaupa. En svo er þetta náttúrulega þannig að sko menningin náttúrulega býr til svo rosalega mikið utan þessu í kringum sig. Og það er náttúrulega það sem er margbúið að reikna núna og þarf svolítið að sína fólki að því að sko talandum að spara, þá held ég að Sofía getur nú alveg samþykkt það að það er rosalega lítil fita yfirleitt í þessu menningarstofnunum. Það er alveg ótrúlegt hvað fólk vinnur mikið fyrir litla peninga.
og það stundum eins og sama krónan nýtist mörgum sinnum. Mér finnst líka ástæða til þess að nefna tónlistanám hjá börnum. Já. Það er alltaf verið að íta því til hliðar eða ekki borga með eða styrkja skólana. En úr þessum skólum hafa komið því líki listamenn, sjá Laufey Lín núna. Og þetta getur maður nefnt ansi marga, en þarna finnst mér bara að þetta leggja mikla rakt við. Algjörlega. Sko þessi farið svona tónlistaskóla sem krakkar og svo kannski ég á þess að hafa strák sem er góð við píanu líka í, en svo kannski vill hann ekkert sko vera, en hann sko, þá býr hann samt alltaf því að geta sest við píanu og spila hvað sem hann kemur og fer og svona, að bara hafa það svona til hliðar sko, og aga hann sem fylgir í og allt það, sko það er ekki endur ekki að vera ekki allir víkingur heiðar sko. Sko ég á 12 ára barnabarn sem lærir á gítar, búin að gera nokkur ár, og það eru núna nokkur strákar, og ég held sér ekki stelpu, ég veit það ekki alveg, sem eru saman í námi, eru búin að stofna hljómsveit og mæta bara reglulega hljómsveitarhefingar 12 ára gömul. Þetta finnst mér alveg frábært. Og menningar svo margum. Ég fór síðustu helgi að hlusta á Hallgrím Helgason, tala bækurnar sína, og það var alveg frábært skemmtun sko. En hvað haldið þið til dæmis yrðum en á túrismu ef það var engin menning hérna? Það er góð spurning. Þetta er bara hluti allir samfélagum og ég meina við veljum það að fara til ákveðna borga vegna þess að það er svo auðugt menningarlíf. Það eru sýningar og það eru leiksýningar, óperur og balletta. Og sem þeir eru stoltir af. Og sem eru stoltir af og keyra upp sem sitt aðal túrista attraction sko. En hérna græna kímaldi, þar eru eitthvað mistök. Það er ekki menningi þar. Það er ekki menningi þar sko. Nei, það gerur sér útsýnið þið. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt fyrir fólk sem býr þarna. Og búið að mála sér út í hot, hvað að gera? Já, er ekki verið samt eitthvað að reyna að taka þetta upp einhver skipur ég veit ekki hvað verður hægt að gera en þetta er svakalegt. Já, íbúðnar hafa mist gildi sér til. Algjörlega. Við erum nú í Kópavoginum, það er verið að hóta okkur einni blokk þarna. Þarna hjá þér í Lundi. Já. Hvað er eftir Kópavogi? Í Lundi, í Kópavoginum. Það verður að hóta okkur blokk, en það er sko, annarkor maður er verkfræðingur eða arkitekt í húsinu og þeim, sko, ég öfund ekki þann bæjarstjóra sem þarf að eiga við það fólk. Nei, þetta getur verið. Þessi þéttingbyggðar, hún er eiginlega eins og hún sé ekki hugsuð. Vegna þess að það er svo nýr í bæ, þar sem ég var að vinna, nýr á hérna Hafnartorgi, að það var bara erfitt að fá sól. Og það var alltaf rokant á milli húsanna og alltaf skuggi og þetta er ekki gleði í þessu umhverfi. Það verður ekki mannvænt sko, það langar ekki að vera að rölda þarna og... Ég man eftir var ekki hérna hann Birgir borgarstjóri, heitir ekki Birgir Ísleifur. Birgir Ísleifur var ekki hann sem var með græn torg, fögur borg. Græna byltingin. Nei, var ekki græna byltingin, heldur bara að það væru líka almenningsgarðar í borgum. Já, akkurat. Jú, ég mandi það. Það er svo hugsun að hafa fallega garða inn á milli, hún bara farin. Og það finnst mér leiðilegt. Við eigum Austfjöll. En ég bý í Hafnarfirði og það er sannarlega hugsað umhverfið með hellisgerði og bara alltaf verið að gera eitthvað í bænum. Já, yndislegur. Ég átti heima í Hafnarfirði svona í frumbensku og var mikið í hellisgerði og litla íbúrhúsið hana, þar bjó 8 og ég og Grettu vinur minn við heimsóttum hann oft. Hún gaf svona kandismóla, þannig að svo fór ég hellisgerðin daginn eftir ekki komið að neitt 30. Fórst ekki jólinn? Nei, jú, en svo fór ég að það var einhver búi komin í húsið. Já, einmitt. Vá, hvað er lítið. Já. Þetta er mjög sæt búð. Beggubúð, eða ekki? Ég manna ekki. Ég var að mæla húsið út. Og ég byggði það safninni í Hafnarfirði. Það var fallegt. Já. Hellisgerði var stolt af fyrir yngan. Já, algjörlega. Og það er svo gríðarlega fallegt þarna jólinn. Og allan bæinn, jólaþorpið og þetta og maður kemst ekki út í búð þess að margt fólk sem kemur í bæinn út af þessu þannig að þetta skila sér til samfélagsins. Við öfundum ykkur mikið, við erum alltaf að reyna að finna þetta í okkur sko. Við erum með Hamraborgina. Þið er ekki með miðbæ? Nei, það er nefnilega Snæbjörn Brynjólfsson segir þetta sé eina borgin á Íslandi þetta er borg og það er bara steypa
Þannig að það voðalega erfitt að finna annar flöt nema þá kannski helst þarna í kringum menningarhúsin, þarna á túninu þar. Það er óskaplega fallegt sko, en það er samt fyrir eitthvað lítið svæði með að við sko Hafnarfjörður er með þannig fallega miðbæ með þessum fallegu gömlu hús og er svo hlýlegur. Tekur vel utan mann. Já, Hafnarfjörður er svo mikið eldri sko. Já, hann er, nákvæmlega. Svo er nú ægilega fínt dalurinn þarna hjá okkur. Já, Fossvogsdalurinn og náttúrulega Guðmundarlundir er ótrúlega fallið, hann er bara svolítið út úr en svona... Þeir sem að þekkja hann sko og fara þangað, það er bara mjög fínt og fjaran líka og svona. Og Kástnesi er náttúrulega í mikill uppbyggingu. Ég held að það geti orðið svona meira prófmennsku svæði þegar verður búið svona hreinsaðist til þar sko. Já, það verður að rífa fullt af... En er það ekki bara allt á uppfyllingu eða hvað? Þannig að jú, að hluta til. Já, það er hluta til á uppfyllingu. Svo að koma brúin yfir. Já, borgarlínan. Já, ég held að það veri ekki mörg tækifæri líka. Ég veist það mjög spennandi. Já, það er gott fyrir okkur sem að hjólusundum. Já, einmitt, já, akkurat. Það er reyndar sko, ég er ekki verið mikið hjóli núna í vetur en þetta er víða mjög gott sko. Já, mér finnst frábært að hjólastígar frábærir í Reykjavík og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég skil ekki þessar kvartanir, mér finnst það alveg svakalega vel gert við hjólafólk. Ég nota hjólinn nokkuð mikið sko, allar leiðir færar sko. Já. En auðvitað má sko má alltaf gera betur kannski. Nei, það er alltaf til einhver sem vælar sko. Já, það er alveg ég held að við sko okkar samfélag hérna þegar maður er að horfa á hvernig Evrópa er núna, ég tala nú ekki Ameríku sko, en Evrópa líka með þennan svona einkennilega einhvers konar svona fasisma uppvaðandi það er alveg hrikalegt sko. Og ég veit eiginlega ekki hvað afstöðu maður tekur þegar kemur að því að það fara að kjósa Evrópusambandi sko. Það veit ekki eiginlega hvernig þetta áttir að þróast sko. Það er aldrei hægt að kynna þetta almennilega. Það er hver höndin upp á móti annari og maður fær aldrei neina almennilega umræðu. Nei, það skortir. Þetta er bara svona boxkeppni. Já, algjörlega. Maður þarf líka svolítið að sjá hvernig Evrópusambandi þróast núna með Rússland þarna og Putin við hliðin á sér og Bandaríkin sem er að vara við þessu og vilja í raun og veru splitta upp Evrópusambandi. Það er svona þeirra helsta draumur. Ég held að það þurfur bara að styrkja það frekar en hitt. Ég held það, það er nefnilega líklegt sko að það er ekkit ósannlegt að það verði sko það komi út úr þessu öllu saman að Evrópusambandi styrkist sko. Það er náttúrulega fleiri þjóðir sem hafa verið óskar eftir að fara inn í það. Við erum næstu nágranna grænlendinga. Við erum með hestu hérna og verður hún notuð ef Trump við þurfum náttúrulega bara sko ef Trump ætlar að fara að ráðast inn í Grænland þá mega þeir ekkert koma til Íslands, eða ekki? Þeir eru með herstuð hérna nánast því að það er fyllt af bandarískum hermennum hérna. Við erum með á Miðnesheiði, erum við bara komið með sko. Nýja herstuð. Það er nú aðeins pínulítið að hlakkar í manni sko að Danir fáið svona pínulítið. Ég hef unnið talsvert á Grænlandi að svona menningamálum og verið með verkefni þarna og unnið með fólkin á staðinum og svona. Og mér finnst Danirnir nú hafa verið alveg svakalegir. Já, það er bara mörg dæmi nýleg. Ég fór til dæmis með verkefni sem hétt Stelpur rokka, þá fórum við með hérna, þetta var svona samnorrænt verkefni og fórum til Grænlands og vorum með stelpur, grænlenskar stelpur og þetta var þannig að þær voru sem sagt að búa til sína einn tónlist, búa til textana og syngja og semja og svo voru íslenska stelpur að kenna þeim og stelpa einn sem talar til með bæði grænlensku og íslensku sem að þýddi og forsendan í verkefninu þegar við sóttum í Norrænu menningarsjóðum var að það ynnu allir á sínu tungumáli. Það er að segja að stelpuna myndi bara semja á grænlensku. Ekki ensku, ekki dönsku, þó það væri pop. Svo þegar ég skilaði skýrslunni til Norrænu menningarsjóðsins, þá var ég spurð, já, en af hverju voru þeir með grænlensku? Og ég sagði bara, lestu þetta? Ertu búin að lesa? Þetta er forsendan fyrir styrknum. Að það er hver að semja á sínu tungu. Sko, þeir hefði enga tilfinningu fyrir því, fólk sem er að vinna í þessu, að það skipti einhverju máli fyrir þessar stelpur að semja á sínu eigin máli. Það er galið. Já. Fjölmiðlar, þú nefndi þaðan Elín Albertsdóttir. Þetta er mjög breytt
landslag. Þetta er mjög breytt landslag. Já, og það er nú er það ríkisútvarpið, það er náttúrulega gnæfir yfir allt, sko, og svo eru morgin og svo bara smámiðlar. Já, þetta er sorgleg þróun. Já. Mjög sorgleg. Já, hérna þegar ég var að byrja í blaðamenn, sko, það voru mörg blöð eiginlega, öll þessi flokksblöð og DB og Vísir, 2 síðdegisblöð. Tíminn og Kennartíðblöð. Já. Allavega 6 dagblöð. Og það var náttúrulega, hver hafði sína skoðun á hverju miðli, en hann stóð bara fyrir sínu, þannig allir vissi að hverju þeir gáttu gengið, en það var miklu meira gaman að hafa þessa umræðu. En núna fyrir öll umræða fram á samfélagsmiðlum. Og oft með alveg hræðilegu kommentum. Ég kom nú stundum hérna á ritstjórn Fréttablaðsins á Hringbraut, og mér fann svo mikil þögn. Það var ekki svona, við vorum alltaf að tala saman, hvað heitir hann hérna, sko, við vorum alltaf að hjálpa staðið, ertu búin að ná þessu? En það er alveg skýring á þessu. Við vorum svo lítil ritstjórn að vinna svo opaslega stórt blað. Þetta var bara orðið svo fámennt, það var búið að fækka svo mikið að það voru bara allir í kaffitíman að geta búið til blað fyrir daginn á morgun, sko. Þannig að þetta var svona undir lokin orðin hálfgerð þrælabúðir. Maður var að vinna allt upp í 10-11 tíma á dag. Af því að það er þetta að klára, en þetta var bara alltaf fátt fólk sem var að vinna. Af því að þetta er náttúrulega fríblað og í COVID, það vitum vel hvernig auglýsingamarkaðurinn fór. Og hérna á blaði bara þoldi það ekki. Það lifið á auglýsingum og borgaði laun með auglýsingum. En það bara undirstaða hvarf bara með COVID. Þannig að það var að vera að spara og reka fólk og eftir sátu hinnir og unni 2-falt eða 3-falt. Þannig að ástandi var hræðilegt, sko. En þetta er öðruvísi þróunin, sko, hér en annar staðar. Það er ennþá blaða útgáfa á Norðurlöndum. Já, en hún hefur líka minnkað. Hún hefur minnkað, já. Ég fæ svona venjulega fyrirlestur um þetta, því að Kristján sonur minn sem er með þarna FF7 sem var áður túristi. Já, akkurat. Að hann er búin að læsa sínu, sko. Já, það er mjög algengt á Norðurlöndunum að loka. Þú getur lesið eitthvað bót eins og heimildin gerir, en svo er þetta bara að borga. En þú getur borga fyrir viku áskrift eða eitthvað, ég vil bara þennan texta eða eitthvað, það er allavega allt í gangi, en það er voðalega lítið frítt orðið á netinu, að fjölmiðlunum. Sko, honum finnst sko víði heiminum, þá eru sko netfjölmiðlar sem að taka sér alveg að vera bara að vinna, að þeir eru lokaðir. Já. Það eru helst ríkisreknumiðlarnir sem eru opnir, þess að NRK og SFT og DR. Þetta er allt ríkistöfar, það er engar auglýsingar, þetta er náttúrulega bara byggt á framlagi eða þú veist sköttum eða hvernig það er. En já, RÚV er þetta opið, mokkin er með MBL opin, eða ekki? Já, svona mestu. Já, svo er stundu greina sem þú þarft að fara inn á og þá þarft að vera áskrifandi. En þetta er þróunin að selja. Já, MBL-inu. Dagmál heitir það ekki. Ég er í rafrænni áskrift. Ég náttúrulega að segja ykkur svona að því tíminn er búinn. Það er þannig, ég keypti fyrir nokkrum árum síðan tímaritið Heimi best. Og ég er búinn að vera að gefa þetta út og þetta er svona, veist, svona aðgengur svona sko er engin ríkur að þessu, en svo er ég bara að fara að hætta þessu. Þetta er svo mikið svona, sko, síndur því ég nenni ekkert eitthvað svona, Sigur, já, eins og fluttar hérna, eitthvað, og það er eitthvað þess að veru. Svo hringdi mig kona á hann og hún var að segja upp blaðinu, fullorðin kona, bjóða Söðkróki, og hver allir ástæðan, hún var svo yfirsjána með blaði, en ástæðan fyrir þess að það er ekki lengur borið í hús. Hún þarf að fara, ganga í þeirri ferð sem er út á pósthús til að sækja blaðið sér. Og sko, ekki fæ ég afslátt af dreifingunni, það er alveg ljóst, sko. Nei, þú ert að borga það sama. Ekki krónu afslátt. Þetta er makalegt. Ekki verið lækkað.
Mér þó svo að þau sé ekki með að bera í hús. Ertu ekki með blaðið á netinu líka? Eða? Nei, bara eldri blöð eru þar, sko. En ég veit ekki hvað ég geri, ég ætla að sjá. Mér finnst rosalega mikill munur að fá blaðið. Ég er sammálaður, bara að fletta blaðið. Ég verð að segja að póstþjónustan í Kópavogi, hún er ekki 100%. En er það ekki bara, það er kannski, þetta er bara, þetta er ekki rík, þetta er fyrirtæki sem er ekki á landsvísu. Allt útvistað einhvern veginn. Alltaf vera, bara líka með bankana. Þjónustan, alltaf vera að skerða þjónustuna. Ég fór í Landsbankan í Hafnarfirði og ætlaði að beða mig að skipta fyrir mig peninga því að var að fara í veislu. Ég vildi heilan stóran sér, 10.000 krónur sér það fyrir 2-5 eitthvað. Þá var það, við erum ekki með neitt gjaldger og getur farið í heimabankan hérna. Nei, hérna... Já, sjálfsög, eða hvað þetta heitir. Já, ATM, hraðbankan, já. Þannig að, já, það var ekki eins og gjaldger í bankan. Þetta er alveg stór undarlegt. Þetta er líka, ég myndi að breyta svo bara í okkar umhverfi, sko, hvað var að menninguna, maður notaði þetta svo mikið að dreifa kynningum, þú veist, það voru hátíðir í gangi, maður gerði einhverja flæjera og þú veist, ætlaði að dreifa það með blöðunum. Þetta er allt saman farið, maður er alveg að fara að hugsa upp á nýtt, sko, og þá er náttúrulega bara samfélagsmiðlarnir, þeir eru náttúrulega að koma langsterkastir inn. Já, en það fyrir útlanda. Það er mjög... Og svo það fyrir fjármunum til útlanda og mann finnst það grátlegt að maður get ekki haldið þessu innan samfélagsins, allavega landsteinana. En það er bara, það er ekki til boði. Man er bara stýrt ykkur ákvæðan átt. Þessi þjónusta sem er svona, eins og ég var að sækja vegabréf, ég gerði það á netinu gegnum Ísland.ru, þetta er ótrúlegt kerfi og ég segi sko, þetta er svo leiðinlegt, allt þetta dæmi hitt aldrei fólk. Og hvað það væri miklu betra, væri bara ein manneski þarna, sko, þú veist, ég bara gæti farið bara til og samt mig vantar bara vegabrif, nei þetta þarf að gerast allt í einhverju kerfi. Ég held við drepumst öll úr leiðin. Þetta er svo leiðin. Já, ég hérna, því ég les svo mikið gamall að því ég hef verið með heiminn best og svo sagði gamall maður á sínu tíma sem er þess að innbyltingu. Á hún ekki eftir að drepa okkur. Núna erum við alveg búin að breyta jörðinni í drullupoll. Sko. Já, það er það sem að, sko, menn er að segja allir með þetta unga fólk og svona, það eru allir að drepast úr leiðindum. Það er vandamál og það er bara geðrænt vandamál. Fólk hefur, því finnst þetta ekki skemmtilegt, það er ekkert gaman að vera lokaður ofan í... Því finnst þetta nefnilega skemmtilegt, það er að versta. Já, þeir verða bara að há þessu. En fóreldrarnir þurfa auðvitað að stýra þessu, að krakkar sig inn í lokaðurinn í herbergi allan daginn og öll kvöld, í öllu frístundum yfir tölvuleik. Það er bara stór hættulegt. Reyna þá frekar að koma þeim í ykkur áhugamál út úr húsi. Út úr hús og að láta hitta hana fólk og tala saman. En svo svona mér sagði, sko, pabbi, þú varst heppinn að vera ekki pabbi á skjáttímanum, sko, þegar það var, sko, allt í hvernig með, það var ekkert svo leiðis. Voru búið snjókallaði eitthvað. Það herði, en tíminn okkar leiðin, okkur var skamtaði tími, Elín Albertsdóttir, Þóris Sigurðardóttir og Sofía Karlsdóttir. Takk ykkur mikið fyrir komuna. Takk fyrir. Og heldur Rauðaborðið bara fram. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.